19. árið. Þetta heldur betur afrek. Hvernig er tilfinningin? Þetta bara góð sko, það bara síðust ár hefur þetta verið hrikalega vinsælt og þetta verður eiginlega bara alltaf stærra og stærra. Vinsælla og mikið að krökkum að koma aftur og aftur. Rauninni byrja bara að koma hérna svona 11-12 ára þegar með að koma og er alveg jafnvel upp í 18 ára. Elstu krakkarnir eru 17-18 ára og yngstu 11-12 ára. Þú hefur tekist til að það er fullt hérna á, hvað er það margir vellir, 8 öllum eða? Já, við erum að spila öllum öllum inn í valsinu, við erum náttúrulega heppin í valsinu, við erum með 24 körfur sem við notum. Það er verið að nýta alla körfur og alla fermetra. Þannig að húsið nýtist mjög vel og þetta er náttúrulega frábært körfuboltahús sem nýtist mjög vel. Við spila hérna alltaf 8 af öllum í einu. Þú varst að sína með myndaveginn hérna niður, það var nú bara flestir sem hafa einhvern íslenska körfubolta að gera haft eitt eða annað með þessa búður að gera það í gegnum árið. Já, þetta er náttúrulega búin að vera langur tími og margir hafa komið hérna einhvern tímann annarkvort sem leikmenn, sem iðkendur sjálfur eða sem þjálfarar eða bara sem gestir. Þannig að Pétur Guðmundsson, hann var að þjálfa hérna þegar ég var að byrja og þetta byrjaði svona dálítið í kringum þegar ég og Pétur vorum að vinna saman. Jón Arnar hefur komið inn oft sem gestur og Brynjar Björnsson var hérna þessi leikmaður og þannig að það eru mjög margir og það er náttúrulega Helena sem er bæði núna þjálfari og leikmaður. Það er mjög margir sem hafa farið í gegnum þessar búðir í gegnum árin. Er ekki mikil vinna að stanssetja svona æfingar fyrir þetta marga iðkendur? Jú, auðvitað, en það hjálpar mér bara. Ég er með svo mikið af þjálfurum sem eru bara hérna ár eftir ár. Þannig að það er nokkur þjálfarar hérna hjá mér sem eru búin að vera hátt 10 ár. Þannig að þeir þekkja þetta inn og út og það hjálpar mér mjög mikið með skipuleggina. Við erum alltaf að keyra þetta alltaf svona svipuðu sniði, við keyrum þetta fyrst á stöðum. Núna vorum við að keyra þetta fyrst skipti á 10 stöðum, skiptum við í 2 svona 5-manna hópa og síðan spilum við mót, skiptum við upp í deildir eftir aldri og kyni, það er svona misjafnt bara milli ára þar. Við spilum í 3 mismunandi deildir núna og þjálfararnir þekkja þetta alveg inn og út, þannig að síðan hjálpar til að vera með svona samskiptaforrit eins og Messenger eða svoleiðis, þannig að það er allt bara planað fyrirfram áður en þið koma og þannig að það rauninni bara gengur allt mjög vel og nýtist náttúrulega reynslan frá fyrri árum. 20. árið á næsta ári, má búast við eftir afmælisköku? Já, ég fór strax að hugsa það bara fyrir svona 2-3 árum hvort það mætti jafnvel gera eitthvað jafnvel ennþá starra á 20. árinu. Ég veit ekki hvað það geti verið, ég hef fengið hérna gegnum árin líka oft erlenda þjálfara til þess að koma hérna inn. Núna erum við með þjálfara frá Spáni 2, við erum með þjálfara sem spyrir Júgóslavíu, við erum með þjálfara frá Englandi. Þannig að við erum með 2 þjálfara í Englandi, þannig að við erum með 5 erlenda þjálfara núna. Það getur verið að ég kem með einhvern erlenda þjálfara næsta árið, það verður bara komið í ljós hvað það verður. Og hann þarf að koma með NBA þjálfari hérna í fyrra. Þannig að það getur vel verið að ég kannski gera eitthvað svoleiðis. Þráttur? Ég er bara ánægður og bara ég sé það líka að þetta er auðvitað vandað. Það var engar úrvalsbúðir, það er ekki búið neitt körfubolti núna í langa tíma. Íslandsmótið var að slúta og það var gríðarlega mikill áhugi í skráningunni. Miklu fleiri sem höfðu samband heldur en mættu síðan. Bara ykkur sem komist ekki, við náttúrulega vorum í gær hérna á 7. júní með hátt í 130 krakka á 7. júní. Þannig að þetta er aðeins öðruvísi ár og við venjulega höfum verið í byrjun júní. Við erum núna í miðjan júní sem held ég hef ekki verið góð dagsetning fyrir árið síðan en er að svínvirka núna því að það er bara krakkarnir eru mjög þyrstir í körfubolta.